Góðan daginn, ég heiti Ditti og ég ætla að tala aðeins um val á ásetningi í holdagriparækt. Það er hægt að undirbúa val á ásetningi strax við burð. Í kafla 17 í bókinni Nautgriparækt sem kom út í sumar er góð tafla sem má nota til viðmiðunar þegar verið að meta kálfinn. Þá er góður kostur að meta lífsþrótt kálfsins við burð og gefa honum einkunn miðað við töfluna. Er hann líflegur, dauflegur eða hvorki né. Það má líka vigta kálfinn innan 2 daga og hægt er að útbúa sér einfaldan vikt eða ef aðstæður eða aðstæður leyfa mann ekki að vigta þá ætlar hann að meta stærð hans. Í töflunni hér má sjá stærðarflokkun lítill, meðal og stór og óvenjustór og það er vel hægt að nota þessi viðmið. Við snemmflokkun má þá leggjast yfir ætternið en þá er mikilvægt að burðarskráningin sé rétt og að faðernið og móðerni sé rétt skráð. Það geti verið góður kostur að vera með hópa nautmæðrum í hjörðinni. Þá væri hægt að merka sérstaklega hjá sér úrvalskýr. Það geti verið í huppunni eða í Excel eða þar sem maður er með sitt skýrsluhald. Með úrvalskýr er átt við kýr sem eru góða mæður, sem mjólka mikið og eru skapgóðar. Svo þurfa það náttúrulega líka að skila góða gripir inn í sláturhúsið. Í Skotlandi eru bændur að meta móðueiginleika við burð út frá töflunni hér. Það er óæskilegt að kýrnar yfirgefi kálfinn. Við viljum jú að hún passi hann vel og best er ef það þarf ekkert að hjálpa hana og að hún gæti þess vegna verið með 2 kálfa. Skapkúna við burð getur verið allt annað en venjulega. Það er eðlilegt að hún vil passa kálfinn en ef hún er alltaf stykk og mannig ætti ekki að nota hana til undaneldis. Ef að hún er að skila mjög góðar gripir inn í sláturhúsið má þá hugsa sér að nota hana í kjötframleiðslu en það er alltaf öryggisatriði að vera með mannigi gripir í hjörðinni. Í huppu þá má finna afkvæmalista undir einstaklingsgripum og hér er hægt að sjá kjöt- og fituflokkun afkvæma. Eins og kom fram þá má strax við burð velja ákveðinn kjarna af naut sem maður vill skoða við fráfæru. Ef maður er búinn að vigta alla kálfa við burði þá mætti vera búinn að finna meðaltalið og flokka þau minnstu og stærstu frá. Og þetta á líka við ef maður er búinn að meta stærð þeirra. En kálfar sem eru litlir eða óvenju stórir ætti ekki að nota í ræktun. Við fráfæru má þá vigta kálfana aftur eða meta þroska og stærð þeirra og taka þá sem koma best út. Þá er líka mikilvægt að meta skapkálfana en mannigi gripi ætti að forðast að sitja í ræktun. Stykkikálfa hins vegar þurfa ekki endilega að vera slæmir. Þeir eiga kannski eftir að temjast vel við dagleg umgengni. Þegar búið er að velja nautin sem kemur til greina til ásetnings, þá er mjög gott að hafa þau saman í stíu þannig það er auðvelt að fara inn í hópinn og flokka. Endanlega valið getur síðan verið við 12 mánaða aldur og þá þarf að skoða nautin mjög vel. Útlöguna þurfa að vera góðar með kúptar línur og holdmikið vaxtarlag. Er maður með tökubás eða læsigrindur þá saka ekki að kíkja upp í þau og gá hvort að bitið sé í lagi. En það er vel vitað að vitlaust biti hefur neikvæð áhrif á vöxt. Auðvitað þarf skapið að vera í lagi á þessu tímabili líka og ef ekki þá verða nautin að fara í eldi sama hversu fallegir þeir eru. Ákveður maður að setja mannigi gripir í ræktun þá er maður farinn að rækta eftir skapstykki gripir. Þegar við erum að velja ásetningsnautin þá er mikilvægt að velja naut sem er með góðar og sterkar fætur. Hann á að hafa getuna til að stökkva og kelfa og með því að velja ásetningsnaut með góða fætur er líka farið að rækta endingabetra kýr. Því ef að fæturna klikka þá er leikurinn úti. Fótstaðan á að vera rétt að framan og að aftan og frá hlið
Og þá er líka mikilvægt að halli klaufa sé réttur. Hann má ekki vera of mikill en hann má ekki heldur vera alveg beinn. Í meðal annars Skotlandi tíðkast að eistnaskoða nautin og það er rannsóknir sem sýna að það er jákvæð fylgni milli stærð pungs og frjósemi. Nautin eru frjósamari ef pungurinn er stór og verða þau fyrr kynþroska. Árgengið frá faðir til sonar er 50–60% og dætur undan nautum með stóran pung eru fyrr kynþroska og árgengið þar er á bilinu 30–40%. Það er því tilvalið að eistnaskoða nautin ef að maður með aðstöðu til þess því að öryggið gengur alltaf fyrir. Þá er líka gott að þugla punginn til að meta hvort að eistun séu jafn stór og með eðlilegri lögun. Myndin hér sýnir hvar á að mæla punginn og er það gert á breiðasta stað pungsins. Viðmiðin er fyrir naut af angurskyni en það er frekar sambærilegt milli kynja. Það þarf samt alltaf að hafa öryggi í lagi ef að maður ætla að fara í að mæla punginn. Þegar búið er að nota sama naut í 3 ár, þá þurfti að fara að endurnýja til að koma í veg fyrir innrækt og tryggja stöðugar erfðaframfarir. Þegar nautið er notað á 3. árið er mjög mikilvægt að forðast að nota hann á hálfsystur sínar og er það bara geranlegt ef að burðarskráningin, sem sagt faðernið og móðernið er rétt skráð. Það er alveg sjálfsagt að menn vilja halda í angursnautin úr nýja erfðaefninu en þar gilda samt sömu reglur. En ég held að með góða samskipti og sala milli bænda þá er hægt að stöðla að góða dreifingu á nýja erfðaefninu en ég hvet líka bændur til að halda áfram að prófa sig áfram með sæðingar. En það er ekki bara nautin sem þarf að velja, við þurfum líka aðeins að hugsa kvígurnar. Að því holdagriparækt mætti eiginlega bera saman með sauðfjárrækt þegar kemur að framleiðslukerfi. Það sem það er ekki nauðsynlegt að setja alla kvígur á árlega. Það getur vel verið á sumum búum, þá er þörf fyrir að setja alla kvígur á. En við val á ásetningskvígum gilda sömu kröfu og við val á nauti. Kvígurna eiga að vera undan góðum mæðrum og þið getið til dæmis notið afkvæmisskýrsluna í huppu og afkvæmalistann undir einstaklingsgrip. En ég hvet ykkur líka til að skoða burðasögu móðurinnar og ef hún hefur oft lent í burðaerfiðleikum er betra að forðast að setja afkvæma hennar í ræktun. Eins og hjá nautin þurfa fætur kvikna að vera í lagi til að tryggja endingagóða gripi í framtíðaræktun og biti þarf náttúrulega líka að vera í lagi. Þetta eru nefnilega bæði útlitsgalla með frekar háu árgengi og gallaða gripi eiga ekki að fara í ræktun. Það eru mjög margar leiðir til að velja rétta ásetning. Hins vegar er gott að skoða sláturgögn, burðir, vöxt og fleira árlega til að velja rétta gripi á hverjum tíma. Gott er að vera með markmið fyrir ræktunina og það getur verið að það þarf að laga einhverja eiginleikar og með gott ræktunarstarf má reyna að velja fyrir þá eiginleika. Takk fyrir áheyrnina.